Vestlendingar þekkja flestir leikinn þar sem giskað er á töluna á dæluhúsinu rétt utan við Akranes. Okkur lék forvitni á að vita hvað stendur á baki þessari tölu og hvernig maður verður góður í þessu giski. Við báðum Gissur að segja okkur aðeins frá forsendunum og ferlinu. Já, við byrjum á því að taka stærðarhlutann af vatninu frá Deildartunguhver sem er stærsti hver í heimi með 180 lítrum á sekúndu. Og síðan erum við með borholur í bæjarsveitinni, bæði Laugarholt og Brún, sem við erum með 55 lítra á sekúndu. Þannig við erum með virkjað vatn 220 lítra á sekúndu sem við komum hingað eftir lagnakerfi og í gegnum dælustöðvar hingað niður á Akranes. Hvað er þetta langur sporti? Sko aðvitaðin frá Deildartungu er 64 kilometrar en heildarlengd lagnakerfisins er 75. 75 km leið? Já. Hvenær var farið í þessa framkvæmdir? Sko, upphafið af þessu er í kringum 1978 en megin hlutin af lögnunum er lagður 1979 til 81. Og áramótin 81 er hleypt heitu vatni í fyrsta sinn á Akranes. Þar á undan hefði verið kynnt með? Fram á þeim tíma hefði verið kynnt með olíu að langmestu leyti en einhver hluti húsanna var hins vegar kynntur með rafmagni. Upphafið af hitaveitunni var náttúrulega olíukreppan sem kemur, hvað er hún ekki, 74 eitthvað svoleiðis og þá var náttúrulega alveg óheyrilega dýrt að kynna hús með olíu og þá svona var ákveðið af eigendum Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar sem þá hét fyrirtækið að fara út í þessa framkvæmdir og leggja þessa hitaveitu. Þá komum við kannski aðeins þessari dælustöð sem hefur þetta númer, af því að maður sér ekki þessar tölur í glugganum á hinum dælustöðunum. Já. Hvaða tala er þetta? Hvað stendur á baki? Hvað stendur á baki? Það var þegar við vorum að byggja þetta mannvirki þarna í kringum 80 að þá voru náttúrulega mjög mikla væntingar til hitaveitunar en það var á sama tíma svona ákveðin tortryggni í gangi að við næðum góðu hitastig á vatni alla þessa leið. Síðan þegar við hleypum heitu vatni á bæinn sem er þarna áramótin 80-81 þá eru menn náttúrulega í samfélaginu mikið að tala hitastig á vatninu og oft voru svona sögursagnir að hitinn væri minni heldur en raunin var á. Og þá fékk einhver góður maður hjá okkur þá góðu hugmynd að setja upp skilti í glugganum sem sýndi raunverulegt hitastig á heita vatninu hér við dælustöðina. Og það var náttúrulega svona fjölskylduleikur sem varð til í framhaldi af því þegar menn keyrðu náttúrulega gömlu leiðina fyrir Hvalfjörð, þá voru göngin ekki komin, að spá hitastigið og menn voru misklárir að giska. Og síðan gerðist það í kringu 2000 að þá bilaði þetta skilti og þá var nú þessi umræða hætt í bænum þannig við sáum ekki kannski ástæðu til þess að viðhalda því en það komu mjög margar fyrirspurnir frá hinum ýmsu mönnum að við settum þetta aftur í gang og við urðum auðvitað við því og síðan hefur þetta verið bara. En svo hefur þetta skilti líka valdið svona ruglingi að þeir sem ekki vita fyrir hvað talan stendur, einhvern tímann voru bílstjórar á kókbíl sem áttu svona í orðastað vegna þess að þeim bar ekki saman númer hvað þetta hús væri því að þeir gáfu sér það að þetta væri númerið á húsinu. Hvernig verður maður góður í giski? Nú vilja allir hitta á rétt hittastig. Er ekkert vissum að allir viti hvaða tala þetta er, sko? Nei. En gefum okkur það, ef við vitum að þetta er hittastig, hvernig verður þið góð í því? Já, þú þarft sko í rauninni aðeins að skilja sko eðlið þessara lagna sem við erum með. Í upphafi þegar við lögðum þessa lagn þá var hún úr steyptum rörum sem er með 5% asbest í og hún liggur ofanjarðar með einangrun á sér og þegar var mikil rigning þá náttúrulega blotnaði einangrunin og sums staðar fór lögnin jafnvel að hluta til eða alveg á kaf í jarðvatn. Og þá gerist það að orkan í vatninu fer að reyna að þurrka ullina og tapar hitastigi. Þannig að ef það er mikil rigningatíð, þá er nánast öruggt að það er kaldara aðveituvatn. Aftur á móti ef það er þurrt veður að vetri til,
og kalt úti, þá hitastigið hærra vegna þess að þá mun meiri hraði á vatninu í pípunni, þannig að það hefur minni tíma til þess að kólna og garðurinn þurr, þannig að vatnið ekki að eyða orku í að reyna að þurrka hann. Þannig að þetta eiginlega lögmálið í þessu. Maður hefði haldið, ég var eitthvað svona að reyna, ég mynda mér alveg að hlýtur að vera á sumrin, hlýtur að vera heitar, hvort að lofthitinn hefði eitthvað með þetta að gera eða svona árstíðin sko? Nei, í raunin ekki og jafnvel á sumrin má búast við kaldara vatni vegna þess þá kannski notkun í lágmarki, ferðatíminn á vatninu mjög langur eftir pípunni og þar af leiðandi hefur mun lengri tíma til þess að kólna. En almennt talið að ferðatíminn frá upptökum í Deildartungu hingað niðri til séu svona 24 tímar. Svona miðað við nokkuð svona bara eðlilega notkun. Á hvaða bili eru tölurnar? Sko tölurnar geta rokkað soldið en svona miðað við eins og ástandið í dag myndi ég segja að það væri frekar kalt eða mjög kalt vatn í ágúst svona 76 gráður en fer upp í svona 84. Þannig að maður að giska á því bili? Svona á því bili, já. En svo aftur á móti erum við í stórframkvæmdum, við erum að endurnýja þessa upphaflegu lögn yfir í stálpípu og þá það stálrör með einangrun og plastfilmu yfir, þannig að rigningarvatn og jarðvatn hefur engin áhrif á það og þar með mun vatnið hitna og verða stöðugri í hitastigi. Og við erum búinir að endurnýja núna 30 kilometra og stefnum á að vera búinir að því alfarið svona í kringum 2024, eitthvað svoleiðis, okkar áætlanir. Og þá ætti hitastigið að vera jafnara? Já, þá má alveg búast við því að hitastig hér geti farið svona 87 til 90 gráður, eitthvað svoleiðis. Já, kannski bara breytist það, en það verður ennþá eitthvað svona hérna... Já, það getur auðvitað orðið einhver munur miðað við hvað notkun mikil en það verður miklu stöðugra. Já, ef þið ætla að hafa alveg stöðugt vatn, þá verður það að finna eitthvað annað til þess að láta þetta sveiflast, sko. Það gengur ekki að þetta sé sama talan. Nei, akkurat. Það má ekki taka leikinn af okkur, sko. Við þakkum fyrir samfylgdina í kvöld. Endilega komið hérna á Vesturlandið og giskið á töluna 81. Já, ég vissi það, ég var búin að gera þetta áðan, sko, þannig að ég gat unnið mér aðeins inn. Takk fyrir okkur, njótið sumarsins, bless. Ráðið það hvert hann fer, en ég vona bara hann hugsi svolítið hlýlega til mín og leiði mig á endanum aftur til þín. Ég gaf þér forðum keðju úr gulli hálsinn þinn, svo gleymdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn. Í augunum þínum svörtu horfði ég á sjálfan mig hríð og ég vonaði að ég fengi bara að vera þar alla tíð.